stá við þig og Guð. Að lofa þig. Það er enginn sem jafnast á við þig og Guð. Gleði mín að lofa þig. Gleði mín að lofa þig. Gleði mín að lofa þig og Ég vil koma og krjúpa við fætur. Við skulum gleyma sjálfum okkur um stund. Við skulum krjúpa við fætur Jésu. Við skulum leyfa Jésu að umvefja okkur og taka utan um okkur. Og það er enginn og það er ekki sem jafnast á við hann. Það er enginn sem jafnast á við þig. Gleði mín að lofa þig og Það er ekkert. Það er enginn sem jafnast á við þig. Gleði mín að lofa þig. Gleði mín að lofa þig. Gleði mín að lofa þig og Amen. Takk Jesus. Ekki svo fyrir enginn sé að það stáði Jésu. Það er gott að eiga tíma og gleypa saman okkur stund og lyfta Jésu upp. Halleluja. Svo syngir við gleymum ekki, gleymum Guð að vinna í hjörtu. Gleymum bara að við mögum meðtæki þegar við sem að segja við Ég vil koma og krjúpa við fætur þína. Þar sem fullt af gleði og frið. Það er ekkert
Takk fyrir Dagný. Takk fyrir Kitty. Gott að fá að vera með ykkur og lofa Drottinn. Þetta svo magnað að Jesús Kristur skuli vera ennþá umræðu efni hjá okkur í dag. Hann sá sem að við vitum að allt skapað fyrir og hann fyrri en allt og það svo merkileg staða hans í orði Guðs að við getum ekki komist að annarri niðurstöðu en fyrri að annarkvort þetta fals og tómarlegar eða þetta himneskur boðskapur. Og við mennirnir við stöndum svona svolítið á þessu landamærum erum við að taka á móti himneskur boðskap eða erum við bara að láta blekkja okkur en eina ferðina. Og þú veist, í þessu trúin okkar. Hérna erum við stönd. Erum við að blekkja okkur eða erum við að segja dagsatt? Og mér finnst svolítið athyglisvert þegar ég skoða málin út frá mínu sjónarhóli, þá það þannig að Jesús hann kennir okkur í fjallræðunni til að fara með okkur inn í Mattheus 5 og það svolítið magnað orð sem að kemur, þið sjáu það örugglega hérna upp á töflunni, en það greinilega að Jesús vissi hvað framundan var og hann segir í Mattheus í 5. kapitúla, þetta í upphafi blessunarorð eða þetta niðurlegi blessunarorðana, sælir eru þér, þetta 11. versið, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Hvað í ósköpunum í gangi ef að við erum sæl af því að hinir smána okkur, ofsækja okkur vegna Jesú Krists. Hefur nokkuð tímann velt því fyrir þér að það sem að þú kannski fengið að upplifa, þið vitið, það kallað á eftir þér og það sem verið að gera alls konar glósur hjá þér og svo framvegis og þá að vegna þess að þú komin himnesku megin við línuna. Og það var einn sem að talaði við mig daginn, hann sagði að þegar hann var nýfrelsaður þá var hann að segja félaga sínum, æsku félaga, frá því að nú hann orðinn kristinn og náttúrulega fylgja Jesú Kristi. Og þá leið byrjaði þessi æsku félagi að gefa honum skot og það var svo athugasemdir og hann hló að honum og þá segir hann svona við hann, æ, hvað gott að heyra þetta. Og gott að heyra, já, þú nefnilega akkurat að strika undir það sem Jesús Kristus segir, sá sem fylgir mér, hann verður smánaður, hann verður ofsóttur og kalli bara, vissi ekki hvað hann átt að standa, hvað hann átt að segja. En getum við hort svona málin að margt af því sem við höfum fengið að upplifa vitnisburður heimsins þig. Ég var hjá honum, hjá frænda mínum daginn og við vorum aðeins að rifja upp árin okkar saman í Vestmannaeyjum þegar við vorum strákar. Og þá var það bara lenska að það var jafnvel kallað frá vinnustaðnum eða yfir götuna og í skólanum. Sérðu hvíta dúfu? Það var helvítir Einari. Og við peyjarnir, við bara fengum þetta á okkur og við vissum ekkert endilega hvaðan á okkur stóð veðrið, en við þurftum að standa þetta á okkur. Þetta var ekki það að við þurftum endilega að svara þeim, við vissum bara þetta fylgdi því að vera í Betel. Þá reis byggðarlagið einhvern veginn upp á mót okkur. Það var ekkert endilega á mót okkur, það voru kannski allir sammála, en þeim var haldið í ákveðinni gíslingu. Það var ekki sjálfsagt að koma í Betel. Það var ekki sjálfsagt að tilheyra þeim söfnuði. Og ég man eftir þegar ég kom til Siglufjarðar einu sinni, ég var að labba í Síón og þá segi ég við hérna fólki, ef ekki bara opna hérna út og var að syngja og lofa Drottni, nei blessað, allir labba hinum megin götunar, af því þetta Síón. Og svo vorum við þarna 1986 minni með að hafa verið, þá vorum við með svona mót í Siglufirði og við fórum alltaf út á torg og spiluðum og fiskkaupmennirnir, þeir leyfðu okkur frá rafmagn og þetta er rosalega gott viðbragð og þeir sýndu okkur mikla vináttu og hlýju. Svo förum við þarna að lokum
Og við þökkum innilega fyrir rafmagnið og spyrjum þá hvort að við eigum ekki að borga eitthvað fyrir rafmagnið. Nei. Það er svo gaman að hafa ykkur því lífgjöðu bæinn. Þetta er alveg dásamlegt að fá að heyra ykkur, segir kaupmaðurinn. Svo ég segi svona við hann, nú fyrst þú ert svona jákvæð, þá ætla ég að bjóða þér á samkomu Síón í kvöld. Og þar með fraus andlitið á manninu. Og Hjalli sem að mér var við hlið, hann ætti bara fór að brosa og hlæja, svo kom hann út og sagði, sástu andlitið á manninu þegar þú sagði þetta? Hvað er í gangi ef að við erum að bjóða fólki til fagnaðar, til að heyra Guðs orð og það frýs? Það vill ekki koma, það er hrætt. Hver er þú sem hrætt eftir mennina, segir Jesaja. Og mér langar aðeins til þess að við notum þennan dag í dag til þess að við förum svolítið yfir þessi mál. Vegna þess að ég tel að það sé eðlilegt fyrir hinn trúaða mann að skilja það að þegar við erum að taka á móti himneskum boðskap, þá er það ekki þar með sagt að heimurinn taki við því. Og heimurinn sé sammála því. Því að hvað segir ekki Jesús Kristur í Mattheusi 16? Jóhannes 16 segir. Er ekki einmitt að tala það við okkur að í heimurinn á ekkert í honum. Og það er svo athyglisverður þáttur sem að við komum hérna nálægt þessum orðum. Af hverju áttu heimurinn ekkert í Jesú Kristi? Þetta er brautryðjandi réttarins. Þetta er maðurinn sem að gaf okkur, eða predikarinn. Ég ætla að fara með ykkur í, skulum sjá. Ætla að sé ekki bara 33. versið. Þetta hef ég talað til yðar, svo að þér eigi frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughrjústir. Ég hef sigrað heiminn. Og mér er svo athyglisvert að þegar Jesús Kristur hafði sigrað heiminn, hann vissi að himnesku boðskapur var meira virði heldur en þetta heimslega. Þú veist, þegar við erum í með himneska boðskap, þá er okkur lofað að fá að lifa að eilífu. Hver sá sem á mig trúir glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. Gefur heimurinn þetta? Nei. Þú fær kannski 70 þegar bestlætur, 80 ár, segir Móse. Og ég er að taka eftir því að menn sem eru komnir 70 og rétti yfir 70, það er að sjá minningagreina þar það. Æfið er lokið. Heimurinn gefur ekki okkur lengri tíma. Þetta er þetta 70 til 80 ár. Hvað gerum við eftir það? Hvert förum við eftir dauðan? Hvað tekur við að þessu jarðlífi í loknu? Og þegar menn eru að skoða núna, þeir eru búin að vera að rannsaka himingeiminn með websjónangunum. Ég er mjög gaman að því að fylgjast með honum. Websjónungin, hann er að skoða, þeir segja 13 milljarða ára aftur í tíman. Það er svolítið tími. Og hvað sjá þeir? Þeir hafa staðið fastar á fótunum á því að þetta byrjaði allt saman með Miklahvelli eða Big Bang. Svo þeir eru að horfa þarna 13 milljarða ára aftur í tíman, þá sjá þeir enga sprengingu. Þeir sjá bara stjörnuþokur, þeir sjá bara sólkerfi, þau eru bara tilbúin strax. Og hvað er Biblían að segja við okkur hvernig Guð skapaði? Hann talaði og það varð. Hvaða sprengingar eru þetta? Bara orð Guðs gekk fram. Og það var orð Guðs sem mótaði og myndaði. Og hafi orð Guðs mótað allar stjörnurnar og allar náttúruna sem þú sér, hvað áhrif þetta orð Guðs hafi á þig? Ef þú tekur orð Guðs inn í hugaðinn og hjartaðinn, það skapar nýja mann. Amen. Og sá maður sem er endur skapaður í Jesú Kristi, það er ekki víst að heimurinn samþykkja. Er það örugt? Er það satt? Meira að segja, ég á nokkra greinar það þegar menn fór út í kynvillu og út í sukk og svínari og eitulif og þeir mistu tök á lífinu af því þeir ætla að lifa lífinu með voru lifandi og þeir ætla að njóta alls. Og svo er alveg stórmerkilegt að við erum Ísland með 3 stofnanir á Íslandi sem er að reyna að hjálpa fólki á fætur aftur sem vildi lifa lífinu lifandi. Við erum með Samhjálp, við erum með S.A.A. Þetta er fullt af fólki sem ætla að lifa lífinu, vitið þið.
Það ætla ekki að grafa sinn mann og fara að þjóna Jesú Krist. Nei, ég ætla sko að lifa lífinu. Og ég ætla bara að minna ykkur á söguna af nágranna okkar hérna. Dóttir hann sagði við hann, pabbi, viltu ekki láta frelsast? Já, bara rétt áður ég dey, segir hann, og ég ætla bara að njóta lífsins. Svo fekk hann hjartaáfall. Hann var á jeppanum sínum og þegar hann fekk hjartaáfallið, þá bara stífnaði hann allur, gaf í botn og þeyttist út af veginum, út í grjótið, eyðilaði bílinn, svo var hann fluttur á hjartadeild Landspítalans. Það var þetta að redda honum. Og dóttir hans kom til hans, pabbi, baðstu Jesú Kristum að fyrirgefa þér, þú varst komin á síðasta augnablik. Nei, ég mátti ekkert vera því, ég myndi ekkert eftir því. Það er nefnilega málið. Í dag, á þessu augnabliki, er síðasta augnabliki sem þú hefur. Kannski fyrsta augnabliki líka. Því þú hefur ekkert mörg augnablik. Þú veist ekki hvað morgundagurinn segir. Og Jesús Kristur, hann tala við okkur það að í heiminum sem á ekkert í honum, hvað er það sem að mætir okkur sem kristnum mönnum? Komdu með mér í Efésubréfið, 7. kapitúla, 12. vers. Ég ætla aðeins að fara með ykkur líka nokkra sögu í gegnum kristnibúðan okkar og postulana. Efésubréfið 6, 12. vers, þetta er alveg stórmerkilegt. Hann segir, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar. Af hverju það? Hvað finnst þér að þú eigir að vera? Hvaða álit hefur á þér? Þér er ekki alveg sama hvað er sagt þig. Þér er ekki alveg sama hvernig er talað þig. Við viljum vera svolítið virðingaverð, ekki satt? Og ef þú fær hérna riddarakrossi frá forseta Íslands, þá birtist myndaðir í mokkanum og jafnvel viðtal og þú ert einn af þessum stóru, einn af þessum miklu. Þú veit, fólk vil fá að taka í hendina á þér, eins og stuðmildi voru að syngja. Þetta er hluti af baráttu okkar að þykjast vera eitthvað. En við erum bara svo sem ekki neitt. Svo segir hann, þetta er ekki við menn að holdi, heldur við tignandar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar himingeimnum. Hér er verið að draga upp nýja mynd af því sem við sjáum að það er barátta okkar. Hvernig þurfum við að vera stödd og hvaða klæðum þurfum við að hafa, hvaða vopn þurfum við að beita ef við ætlum að vera í þessari baráttu. Og Jesús Kristur vissi hvað beið okkar og hann bað fyrir okkur og hann sagði við okkur, verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Óttist ekki þó að menn gera grín að ykkur og gera gís að ykkur, þannig fóruð líka með spámennina. Þetta bara fylgir. Hvað er að heiminum sem skynjar ekki að hann er að smána himneskan boðskap? Hvað er að veröldinni okkar sem að heldur að þetta þurfi alltaf að vera eins og allir þurfa að fara í sama sukkið enn eina ferðina og svo bara mætust þið aftur hjá S.A.A. og öll í Samhjálp og öll á þessar hjálparstofnanir því það verður að reyna að koma okkur á fætur að nýju. Hvað er söfnurinn að gera? Hvað er einkennir kirkjurnar? Þið sem eru öfgatrúar og ofsatrúar, af hverju eru þið edrú? Af hverju komast þið á fætur? Hvað var það sem leiddi ykkur út úr ógöngum mannlífsins inn á beinu braut Jesú Krists? Hvað var þetta? Það var orð Drottins. Það lét Jósef standa, það lætur þig standa. Það hjálpar þér í öllum kringumstæðum. Það er orð Guðs sem er lifandi og kröftugt og það smýgur inn í innstu fylgsni, anda, sálar, liðamót og mergjar og er vel til þess fallið að dæma hugsanir og hugrenningar okkar. Kemur hann að dóminum enn eina ferðina. Alltaf verið að dæma okkur, já. Við erum að dæma við það að eignast Jesúm Krist og trú á hans orð, þá eflist dómgreind okkar. Og það er eitt mikilvægasta veganesti sem þú hefur í þínu lífi, að þú hafi dómgreind. Að þegar þú stendur frammi fyrir vali, að þá veljiru það sem er samkvæmt Guðsorði.
að þú veljir það sem að tala eins og postularnir segja. Og Páll postuli bendir Efesusmönnum á þetta að baráttan sem við eigum í, hún við tignir, hún við völd, hún við heimsdrottna, og hann heldur áfram, og við skulum fara í Kólósabréfið, og þar Páll postuli líka að tala til þeirra hvað þeir eiga að gera. Hvers konar baráttu þeir eiga í. Ef við fara í 2. kapítul og 8. versi í Kólósabréfinu, það segir hann: gæt þess að enginn verði til að hertaka yður með hverju? Heimspeki. Sjáðu þetta. Gæt þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu sem byggist á mannasetningum, runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Það ekki þessi himneski boðskapur. Og þetta stórmerkilegt að Háskóli Íslands, hann skuli efla eða vera tæki sem kennir mönnum gjarnan heimspeki. Og vitið hver ástæðan? Jó, það til þess að efla svona hugsun eða til þess að fá menn til þess að vera rökrænir og ekki láta segja hvað sem heldur að efla hugsunina til að aðeins að geta svara fyrir sig. En heimspekin, hún hefur bara ekki reynst endur að vera góð. Því heimspekin, hún frá heiminum komin, en orð Guðs frá himninum komin. Og hvernig ætlum við að sameina það sem frá heiminum eða það sem frá himninum? Þess vegna segi ég, orð Drottins það sem að kirkjurnar þurfa að boða, hætta að boða eitthvað heimspekirugl. Við þurfum að boða lífsspeki sannleikans, lífsspeki frá hásæti Guðs, lífsspeki frá Guði almáttugum, skapara himins og jarðar, lífsspeki Jesú Krists. Amen. Og það var það sem að heimurinn þoldi ekki við Jesú Krist. Það var að hann kom með himneskan boðskap inn í sína kringumstæður. Skoðu næsta, 1. Þessalónikubréf 2:2. Það Páll líka að tala til þér, og ég að benda ykkur á þetta vegna þess að þetta bæði til í Efesus, í Þessalónikubréfinu og Kólósabréfinu, og Páll að tala við söfnuðina alla það sama. Og þá segir hann í 2. kapítulan, þá talar hann í 2. versinu: yður kunnugt að við höfum áður þolað illt og verið misþyrmt í Filippi. Og Guð gaf oss djörfung til þess að tala til fagnar erindi Guðs. Þótt barátta væri mikil. Boðum voru ekki sprottin af villunni óhreinum hvötum. Og barátta við það að gefa þeim fagnar erindið var mikil. Og elskaði bróðir og systir. Velkomin í hóp baráttuna. Velkomin í þann hóp sem best trúarinnar góðu baráttu. Og þó að einhverju sé að smána þig eða lítilsvirða þig, velkomin í hóp þeirra sem bera kross Jesú Krist. Þú ert ekki af heiminum, þú ert af himninum, þess vegna skaltu gleðjast yfir því að heimurinn viðurkennir þig ekki sem sitt eigið. Þú ert himneskur. Amen. Þetta næring fyrir mig. Ég trúi því að þegar ég var þessi strákur og ég heyrði þetta sérðu hvíta dúu og svo framvegis, að þá var þetta mér til styrkta því að ég fór að hugsa hvernig stendur á því að heimurinn hagar sig svona. Og þegar ég flutti til Vopnafjarðar, við vorum nýgift, ég og konan, þá var það eitt sem að lét niðurdýfast. Og þetta mjög gjarnan tengt niðurdýfingunni. Já, ertu búin að láta skýra, sástu hvíta dúu? Það allir við þetta á hreinu, nema Tóti í Vopnafirði, hann lét niðurdýfast, og það var farið með hann norður í Lón. Þeir bara löbbuðu frá byggðinni og yfir ásinn og svo norður í Lón, og hann var niðurdýft þar. Og svo kom hann í vinnuna og þá sögðu þeir: sástu hvíta dúu? Nei, en ef þú hefði spurt mig hvað ég séð, þá sá ég ekki heldur kóla. Kólinn gekk þarna inn í lónin. Þetta þótti bara fyndið, en af hverju þurfti að smána hann? Fyrir það að hann vildi gera Guðs vilja. Hvað var að því að láta niðurdýfast? Eru menn svona vatnsrættir? Hvað í gangi á Íslandi? Og við erum hérna með laug sem við ætlum að nota til þess að niðurdýfa fólki sem vil ganga hinn himneska veg. Heyri amen við því. Og þetta svo athyglisvert
að Guð gaf oss djörfung að tala til yðar fagnaðarerindið þótt baráttan væri mikil. Ef að skoða líka 14. og 15. versið í sama kafla, sjáu það sem stendur þar. Þér hafi bræður tekið yður til fyrirmyndar söfnu Guðs í Júdeu sem eru í Kristi Jesú. Því að þér hafi þolað hið sama af löndum yðar sem þeir urðu að þola af gyðingum. Þetta bara sammannlegt að það sem að boðskapur Jesú Krist heyrist, það eru ofsóknir. Við eigum systur hérna í söfnunum, hún reyndar ekki hjá okkur í dag. Fyrir einhverju ári síðan eða svo, þá var hún hérna uppi með okkur í kaffi og hann sýna okkur myndir í símanum. Það voru bræðurinn og systur sem lágu þar sundur höggin og drepin fyrir það eitt að vera kristinn. Bara fyrir það að vera kristinn. Þetta gerist í Nígeríu og menn segja, já, þetta er náttúrulega bara í Nígeríu líka. Já, en þetta hefur bara verið svona í gegnum tíðina, allstaðar. Það sem að Kristur hefur mætt mönnunum, þar verða átök. Og hvað þetta er merkilegt með okkur sjálf þegar við erum að boða mönnum að þeir frelsi og taki við boðskapi Jesú Krist, þá fara menn að sitja stífir í sætunum, þeir grípa í sætis sessuna og þeir sko ætla ekki að standa upp, ég ætla sko ekki að gefast Jesú Kristi. En veistu, Jesús Kristur hann leið og dó fyrir þig opinberlega. Það var öllum ljóst. Hér fór réttlátur maður, þína leið. Hann tók laun syndar þinnar á sig. Finnst þér ekki allt í lagi að þú játir hann þá opinberlega? Meðal manna. Fyrst hann gerði þetta allt fyrir þig. Skoðum aðeins baráttuna meira. Komum í fyrra Tímóteusarbréf. Páll postuli tala til Tímóteus og hann leggur honum línurnar. Þetta er veganesti. Og veganesti sem að Páll postuli segir við Tímóteus í fyrra bréfinu, 7. kapitulunum, þá segir hann í 12. versinu, bestu trúarinn að góðu baráttu. Tímóteus var ungur maður. Bestu trúarinn að góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Bestu trúarinn að góðu baráttu. Kæri áhorfandi, velkomin í þennan hóp að berjast trúarinn að góðu baráttu. Af hverju segi ég þetta? Landið okkar, það þarf á þeir halda. Á síðustu prestastefnu sem haldin var í Reykjavík, þá voru þjóðkirkjuprestar og biskupar alveg hvínandi vandræðum með lélega þáttöku í safnaðarstarfi og miklu brotthvarfi frá þjóðkirkjunni. Það er yfir 7,5% þjóðarinnar núna sem er ekki lengur í kirkju. Þeir velja að vera utan kristinna kirkju. Ísland er eitt af þeim 10 löndum í heiminum sem eru talið hvað guðlausasta í heiminum. Það er sagt að 54% íslensku þjóðarinnar séu guðlaus. Og þó syngja allir á Guð vors lands og lands vors Guð. Hvað er samræmið í því? Hvað við erum að syngja og hvaða stöðu við tökum? Af hverju tekur Ísland þá stöðu að vera á móti að Guð sé til? Guð Hallgríms Péturssonar, Guð Matthíasar Jochumssonar, Guðinn sem að umbreytti Íslandi árið 1000, frá þjóðinni sem að viðlága ætla að berjast vegna þess að það var spurning hvort þú ættum að vera kristinn eða ekki. Og ávöxtur þeirrar kristni töku var það 3 árum seinna. Það mætti aðeins 1 maður vopnaður á þing. Boðskapurinn hafði svo sterk áhrif á þjóðina að þjóðina vopnaðist. Og hvað eru menn að tala um í dag? Nú vilja menn helst taka í burtu öll vopn, því það má ekki skjóta náungan, það má ekki vera illa með náungan, en þú skalt ekki voga þér að stoppa fóstureyðingar. Það er sko kvenréttindi. Er konan aðeins sú sem má drepa? Eru læknar þeir einu sem eiga framkvæma mannslát? Nei, Guð segir nei.
Og hvað stöndum við í dag? Baráttan sem við stöndum í erum við einmitt í þessu öll. Þorir kirkjan að standa upp og segja við skulum boða þeim orð Guðs. Tímóteus, bestu trúarinnar góðu baráttu. Hvað Tímóteus í dag? Við Hrefnabrynni erum að fagna núna að ég bað hennar fyrir 50 árum. Síðan hefur hún setið uppi með mig, ég ætla ekki að hafa orð á því mig. En á þeim tíma, fyrir 50 árum, þá vorum við ákveðin hvernig við ætlum að verja lífið okkar. Þá átti lífið okkar að vera fólgið í því að þjóna Jesú Kristi. Við gáfum líf okkar í hendi Drottins. Við fórum þess vegna til Vopnafjarðar. Ég fór að kenna og starfaði í söfnuðinni. Og ég man eftir ungum mönnum sem fóru þá í Stykkishólm. Þeir ætluðu á Ísafjörð. Þeir ætluðu hingað, þeir ætluðu þangað. Það var allstaðar vakningin meðal okkar sem voru þá í kringum 18-20 ára gamlir. Við vorum allir að sjá hvað þörfin, hvað best fyrir mig að vera, hvernig get ég komið inn í Guðs ríkið. Þetta í dag? Hvað unga fólkið? Ég veit fullt af fólki sem fer á biblíuskóla, svo kemur það heim og hvað? Bestu trúarinnar góðu baráttu, eða ef ekki bara borga skuldina, ef ekki bara fara í það að byggja upp okkar heimili og við þurfum að eiga bíl, við þurfum að eiga hús, við þurfum að hafa vinnu, veitir hvernig þetta er? Við erum öll meira og minna bundin í því að sinna okkar jarðnesku þörfum. Hvar hið himneska kall? Hvar himinin að tala? Hvar opinberun Drottins að eiga við unga fólkið okkar? Elmar, ég skjóta á því. Nei, þetta bara eitt af því sem við þurfum að eiga. Við þurfum að sjá til þess að þjóðin okkar, hún fái Tímóteus upp. Af hverju segi ég þetta? Á þessari kirkjuráðstefnu sem ég var að minnast á við ykkur áðan í haust. Þá spurðu prestarnir, hvað vill þjóðin heyra? Hvað eigum við að boða? Hvað vill þjóðin heyra? Og ég með tíðindi fyrir þá og fyrir ykkur að við erum ekki að boða þjóðinni lýðræðislegt val á biblíunni eða kristninni. Við erum að bjóða þeim að Jesús Kristur, hann sannarlega sá eini sem vegurinn. Hann sá eini sem sannleikurinn. Hann sá eini sem lífið. Hann dyrnar. Við erum að boða hann. Og hvað ætlar kirkjan að gera ef hún missir af Jesú Kristi? Þá hann til einskis nýt. Tímóteus, ertu tilbúin að fara inn í þær kirkjur sem að deyja í dag? Ertu tilbúin til þess að fara úr þínu veraldlega umhverfi og þínu veraldlega öryggi sem náttúrulega ekki neitt því? Við vitum að við höfum ykkur laun í dag, við vitum ekki hvað verða mikil eftir smá tíma. Það alltaf verið að skera þetta niður því að ef þú fær launahækkun, að þá það þér að kenna við höfum 10% verðbólgu á Íslandi. Og þú fær að vita það. Þú skalt ekki hugsa það að hafa launahækkun vegna þess að þú eyðileggur fjárhag íslenska ríkisins, en höldu samt áfram. Komum í seinna Tímóteusarbréf. Bestu trúarinnar góðu baráttu. Og seinna Tímóteusarbréf 4:14. Og þá Páll postuli líka að tala við Tímóteus. Og hvað hefur hann að segja við Tímóteus hérna? 4:14. Hvernig óskupinu stendur á því að ég að draga upp þetta orð. Hann segir við Tímóteus, Alexander kópasmiður gjörði mér margt illt. Hvað kemur okkur það við? Þetta ekki bara eðli trúarinnar að menn gera okkur ýmist illt? Þessi Alexander kópasmiður, hann var fulltrúi safnaðarins sem Páll að senda Tímóteus til. Og Alexander var enn í söfnuðinum og hann vann gegn Guðs vilja. Hann vann gegn Guðs orði. Ekki þú með honum í söfnuði. Ekki Alexander kópasmiður hér, það. Að vera í söfnuðinum í Keflavík og koma aldrei, borga ekki 10, leggja okkur ekki líf,
að vera í söfnunum í Reykjavík og koma aldrei, að vera á Selfossi og vera í söfnunum en koma aldrei. Þetta eru Alexander Kópasmiðir. Þetta er rosalegt. Við erum kölluð til þess að byggja hvert annað upp. Við erum kölluð til þess að líkami Jesú Krist sem er söfnuðurinn, hann fái að vera lifandi. Hann gjörði mér margt illt, Drottinn mun gjalda honum eftir verkum hans. Og skoðið svo að förum aðeins aftur í 3. Jóhannesarbréfið. Það er nú ekki langt bréf en mjög merkilegt. Því að Jóhannes, hann er einn af þeim sem að læri sitt Jesú Krist, og 3. bréf Jóhannesar er mjög eggjandi og það kemur með áskorun til okkar. Vegna þess að í þessu 3. bréfi þá er ég aðalega með vers 9 til 18 eða bara 9. versið. Ég hef ritað nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes sem vill vera fremstur meðal þeirra tekur eigi við oss. Sjáðu, þetta var í frumsöfnunni líka. Baráttan sem við eigum í. Það var Alexander og Díótrefes. Þess vegna ætla ég, ef ég kem, að minna á verk þau hann vinnur. Hann lætur sér ekki nægja að ófræja oss með vondum orðum, heldur tekur hann ekki sjálfur á móti bræðrum og hindra þá að það vilja gjöra og rekur þá úr söfnuðunum. Það var ekki alltaf friður. Þetta bara þessi við eigum í, hún er svona. Og þú munt líka mæta í söfnuði guðlausum mönnum sem reyna að hafa áhrif vegna þess að þeir eru að hugsa tignirnar og völdin og heimsdrottnana. En bæði Jóhannes og Páll postuli og Tímóteus, þeir reyndu menn sem voru falsbræður. Voru fleiri? Hvað með spáminn Gamla testamentisins? Ef að koma, ég ætla að ljúka með því að fara með þig inn í síðari krónikubók. Það er ekki oft sem að við förum þangað, en síðara krónikubókin, síðari 37. kapli. Hér er við að tala tímabil þegar Guð var að senda spámenn til gyðingana og það var búið að segja að Guð ætlaði að dæma, senda þjóðina til Babylon. Og þetta fara með ykkur inn í 11. versið í 37. kapitula, síður krónikubókar. Og þegar við komum þangað, þá sjáum við að konungurinn nefndu Sedekia. Hann er núna fann að glíma við Babelkonung, en áður en að fór að glíma við Babelkonung, þá var hann að glíma við spámann. Og Biblían segir, Sedekia var 21 árs að aldri, þá hann var konungur og 11 ár ríkti hann í Jerúsalem. Þið vitið, þá var hann 32 ára. Hann gjörði það sem illt var í augum Drottins, Guðs síns. Hann auðmýtti sig eigi fyrir Jeremía spámanni. Og Drottinn sendi Jeremía spámann með spádómsorð til hans. Hann auðmýtti sig eigi fyrir Jeremía spámanni, talaði nafni Drottins. Og svo komum við í 15. versi líka. Og Drottinn Guð feðra þeirra sendi þeim stöðugar áminningar fyrir sendiboða sína, því hann vildi þyrma líð sínum og bústað sínum. En þeir smánuðu sendiboðana. Heyrið þið? Þeir smánuðu sendiboðana. Þetta var rétt áður að Jerúsalem var hernuminn og hertekinn. Þeir fyrirlítu orð hans og gjörðu gís af spámönnunum. Sérðu hvíta dúfu. Það er alltaf verið að smána og gera gís að. Og elskuðu systkini, við erum ekki að ganga undir nýtt. Andi heimsins hefur alla tíð hafnað því sem frá Guði komið. Andi Jesú Krist, hann hefur alltaf umbreytt þeim mönnum sem taka við orði hans með fögnuði, og þeir verða spámenn og prestar, þeir verða boðendur, þeir breyta löndunum. Þeir breyta löndunum. Má Ísland breytast? Pólitíkin, hún mun ekki breyta Íslandi nema bara til þess verra. Við vorum á leiðinni núna á samkomu ég og Hrefna,
Og þá heyrum við að það eru menn að tala loftslagsvána. Það allir skítrættir við loftslagið. Engin veit af hverju þetta stafar og það allir að segja hætt að keyra á bensínbíl og farða að hjóla og hætt að vera á oljubíl og hætt að nota gasið og því að þú bara hitar jörðina of mikið og engin veit af hverju það er. Og ef þú hitar jörðina of mikið þá bránar Grænlandsjökull, þá bránar Suðurskautslandið og þá hækkar yfirborð sjávar einhverja metra. Er þetta rétt? Miðað við borgarstjórn Reykjavíkur þá eru þeir með þessari loftslagsvá. Þeir vilja ekki að landið hitni. En þeir vilja endilega taka Reykjavíkurflugvöllinn í burtu og koma 25.000 manna byggð. Það sem eftir nokkur ár mun bara flæða yfir. Þeir ætla að búa til Feneyjar í Reykjavík. Við sjáum þið skynsemin í þessu. Pólitíkin sem að trúir á loftslagsvá og hækkandi yfirborð sjávar og annað þess að komum byggðinni alveg þannig niður að sjónum. Svoleiðis að allir þurfa að kaupa vaðstígvél eða vera á litlum bátum. Við sjáum að það er ekki alveg heilbrigð brú í þessu, kæru vinir. En svona er heimur. Hvort vilt þú láta svona fólk leiða þig með þessari heimspeki eða taka mark á orði Guðs? Líða heldur, verða fyrir smánun, verða fyrir því sem Jeremía fékk á sig, Páll postuli fékk á sig, Jóhannes fékk á sig. Eigum við komið í þann hóp? Því það sem kom fyrir spámennina og postulana áður fyrir, það fylgir þeim sem að við ætlum að vera í þeim hópi sem við ætlum að vera í. Megi Drottinn Jesús Kristur blessa ykkur og styrkja ykkur og að við mögum átt okkur á því að þó að einhver hnýti í okkur eða kasti í okkur, þá erum við samt þeim megin að við berum vanvirðu Jesú Krist og það er honum til dýrðar. Heyri amen við því. Ná, þá byrjum að standa upp og ég ætla að fá að leiða ykkur í bæn og ég ætla að biðja fyrir því að andi Drottins verði yfir okkur og við fáum að taka vanvirðu Krists á okkur. Ekki endilega með stolti, heldur bara með gleði, þið vitið. Því að gleðin í Guði er hlífiskjöldur yðar. Þakkar Jesús minn. Við munum læra af þeim mönnum sem hafa gengið gönguna og undan okkur. Við munum læra af þér sem hefur talað til okkar lifandi heilagt Guðs orð. Þú komst til að frelsa synduga menn og við erum auðvitað þar í hópi og þeirra fremst og við þökkum fyrir að þú hefur leyst okkur frá valdi syndar. En nú byggjum við líka fyrir Drottinn minn að þinn heilagi andi komi yfir okkur og leysur okkur undan óttanum og skelfingunni og hræðslunni. Við megum stíga fram Drottinn minn og berjast trúarinnar góðu baráttu. Því ég veit að hún er góð, hún er mönnum til lífs, hún er þjóðinni til bjargar Drottinn minn. Hún er til hjálpar öllum þeim sem að vona á þig elskaði Herra. Því þú segir sæll sá er situr í skjóli hins hæsta og þar viljum við vera. Drottinn komi ríkið þitt yfir okkur. Verði heilagur andi með okkur og láti orð þitt okkur standa í Jesú nafni. Amen. Ég heyri amen. Drottinn blessi ykkur ríkulega. Getið minn gjörð vel. Öll í góð. Takk bara, við komum og krúpa. Ég vil koma og krúpa. Já. Ekki gott að enda á því að við viljum krúpa fyrir orði Drottins, við viljum krúpa fyrir Drottni, við viljum beygja okkur fyrir hans orði. Það málsháttur sem einn predikari kom með sem að mér fannst svo góður, hann sagði fíflið reynir að aðlaga Guðs orð að sínum vilja en vitur maður beygir sig fyrir orði Guðs. Já. Mér fannst það bara, já, eins og fólk segir make a sense. Orði tíma töluð. Ég vil koma og krjúpa við fætur þína þar sem fullt er af gleði og frið. Það er
Jesús, Jesús, hans nafn æðst. Faðir, við bara lofum nafnið og við segjum nafnið æðra öllum öðrum nöfnum og ég þakka þér fyrir það drottina. Við erum sæl þegar menn smána okkur og þakka þér bara fyrir það að þú ert meir en allir aðrir. Þakka þér fyrir það, Faðir Guð. Halleluja, við mögum helga nafnið þitt, blessa nafnið þitt og við segjum þú ert Guð vors lands, lands vors Guð og við lofum þitt heilaga nafn. Við lofum þitt heilaga, undursamlega, heilaga, góða nafn. Halleluja. Jesus, 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 oh, Jesus, Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. The reason why I love him so, Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. That's the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as the holy name. That's the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. Amen. 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 Þessum orðum þá kveðjum við í dag og biðjum Drottning Guð að vera með ykkur komandi viku í vinnunni, í skólanum og öllu því sem þið taki ykkur fyrir hendur. Amen. Megum við vera hans
erindrekar, megum við vera góðilmur Jesú. Amen. Amen. Drottinn blessi ykkur og takk fyrir